Skíðasvæðið í Tindaöxl í Ólafsfirði setur svip sinn á bæinn en það alveg við efstu götur bæjarins. Á svæðinu góð aðstaða sem heimamenn eru duglegir að nýta sér, sérstaklega þeir yngstu. Skíðafélag Ólafsfjarðar sér rekstur svæðisins og það líflegt barna- og unglingastarf. Já, við náttúrulega erum með fastar æfingar hérna og yngstu krakkarnir eru núna á skíðum og það eru 40 krakkar iðkendur sem sé með byrjandanámskeið og 20 í göngunni. Og ef við teljum fullorðna með það voru það 80-70 manns sem eru iðkendur. Nú við skíðafélag Ólafsfjarðar rekur skíðasvæðið og tilstendur núna komandi helgi að vera með bikarmót í Svíi í 12-15 ára og það bakkinn sem að verður hérna fyrir aftan okkur, hann að vera klár. Ef að veður leyfir, það vísu tvísynt í augnablikinu. Við með bikarmót og fjarðagöngu í endan febrúar, þannig að það alveg líf og fjör hérna hjá okkur. Og hér eru reglulegar æfingar bæði á gönguskíðum og eins í alpagreinum. Já, við reynum að fara alveg 2-3-4 sinnum í viku á gönguskíði og svo mót helgar, þannig að það alveg nóg að gera hjá okkur. Og ef það ekki gott veður þá bara hittust við inni í kakó og höfum skemmtilegt saman. Í góðu veðri má víða tróða gönguskíðabrautir en skíðafélagið tók á dögunum upp á því að tróða gönguskíðabraut á Ólafsfjarðarvatni. Já, hérna í janúar það var bara ótrúlega gott færi og veður og það var tróðinn hérna hringur 7-8 kilometrar í kringu vatnið og það var bara ótrúlega aðsókn í það í þessu veðri og það var bara ótrúlega flott og verður gert aftur. Og eru Ólafsfirðingar mikið að nýta sér skíðasvæði hér? Já, það talsvert að heimamenn að koma. Þetta náttúrulega fyrst og fremst svona hugsum þetta fyrir unglinga- og barnastarfi og en það talsvert og við reynum alltaf að brydda upp á einhverju nýju. Við erum til dæmis að fara í samstarf með grunnskóla Fjallabyggðar að kenna öllum í fyrsta og öðrum bekk á skíði, hvort sem það í Ólafsfirði eða Siglufirði og fengum til þess styrk frá Norðurorku að kaupa búnað og svoleiðis í það. Nú við erum einnig að fara að kenna aftur pínu skíðastökk og eigum til þess búnað og fengum styrk frá KEA í það, þannig að það allt að ske. Krakkar kynnast á skíðum hérna alveg frá 6 ára aldrei eða hvað? Já, jafnvel fyrir ef þeir eiga fjölskyldur og foreldrar sem eru í þessu þá hafa þau oft komið fyrir en svo eins og hann sagði þá fórum við til dæmis í gönguskíðunum. Það var eitt sem fór í fyrsta og annan bekk og leiðum að pröfa. Náttúrulega sem best að láta kynnast þessum fyrst, koma inn í þetta. Og eins og með gönguskíðum þá hefur það verið að dala síðustu ár þannig að við viljum fá sem flesta þarna inn og ótrúlega gott að hafa svona námskeið og ná þeim í fyrsta og öðrum bekk. Og hvernig hafa viðtökurnar verið? Bara góðar, það alltaf einhverju nýjir á æfingu, koma og fara og svo skiptast þið fara á sviðskeið, koma gönguskíð hinn daginn og það bara ótrúlega flott að þetta allt hérna sama svæði, stundum fara á sviðskeið, fara svo inn, skiptum græjur og koma gönguskíði. Það bara, við erum ánægð með þetta. En svæðið vel sótt til dæmis af ferðamönnum? Það ekkert rosalega. Menn hafa frekar farið á Siglufjörð eða Dalvík en það alveg full boðlegt fyrir ferðamenni hérna og í rauninni miklu ódýrara og hagstæðara fyrir fólk að koma hérna og skíða í þessari brekku. Þetta bæði fyrir lengra komna og byrjendur. Við höfum bæði flatta og svo bratta. Þetta með brattari brekkunum á landinu þannig að það miðað við lengd þannig að þetta alveg fullt boðlegt fyrir alla. Eins með í gönguskíðum þá erum við að reyna á almenningi meira inn, þannig að það búið að vera mjög mikil vakning bæði í Reykjavík, Ísafirði og Akureyri gönguskíðanámskeið og við erum einmitt á leiðina að hafa auglýsa eitt núna og að því að við erum líka búin að breyta bæði eins og við vorum að tala um vatnið, það gott fyrir almenning þeir sem eru ekki reyndir á gönguskíðum að ganga á sléttu og við erum búin að breyta brautinni einnig þannig að sem hentar öllum að því að þessi braut sem við erum búin að gera hérna í Ólafsfirði frekar krefjandi
mikið að brekkum niður, bröttum og upp og með því að setja 2,5 kílómetra sem svona aflíðandi brekkur og þægilega fyrir alla að vonst við til þess að fá fleiri til okkar. Þannig að það er í rauninni aðstæða fyrir alla? Já, ég myndi segja það.